Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 41 af þessu hlaðvarpi. Röddin mín er ekki í besta standi í dag. Ég er kvefaðari en oft áður. Ég held að ég sé með einhverja blöndu af einhverjum veikindum og mögulega einhverjum ofnæmum. Ég veit ekki hver þau ættu að vera, en ég er allavega að upplifa það að ég er einmitt kvefaðari en oft áður og þið heyrið þá örugglega einhvern mun á röddinni minni vegna þess. Ég ætla að sjá hvort mér takist að búa til styttri þátt í dag. Ég er að fara nokkuð blint inn í að taka þetta upp, en mig langaði að koma fram einhvers konar skoðun eða áliti á máli sem að snertir ykkur sem að eru að læra íslensku eða þá alla sem að eru að læra tungumál yfir höfuð. Og það er kennarar og þá útlendir kennarar. Því ég er þeirrar skoðunar að bestu kennararnir eða allavega þeir sem að hafa náð að greina best hvernig tungumál virkar eru oftar útlendingar heldur en þeir sem að eru innlendir. Og hvernig getur staðið á því af hverju væru þeir sem að eru uppaldir og innfæddir talendur málsins ekki bestir í því að kenna tungumálið. Ég held að það sé vegna þess að við lærum tungumál mjög snemma og við lærum það mjög hratt og við lærum það áður en við lærum hvernig tungumál virka. Ég myndi segja að það séu 2 aðskilin fög. Það er ekki sjálfsagt að það að þú kunnir að tala mál vel þýðir endilega að þú skiljir hvernig málið virkar. Það sem að innfæddir gera er að þeir læra tungumálið sem sitt móðurmál. Þeir læra að tala málið rétt og fá að prófa sig áfram í því og fá fullt af leiðréttingum á meðan þau eru að læra að tala sitt fyrsta mál. Og þið getið ímyndað ykkur hversu oft svarið við spurningum krakka af hverju er þetta svona hefur verið af því bara. Og þegar það dugar ekki til, af því að ég segi að svona sé það. Þetta er hið típíska foreldrasvar þegar að foreldri er orðið ráðþrota eða örmagna og getur ekki svarað betur heldur en með því að segja að því bara. Talendur tungumála læra ekki á málfræði tungumálsins beint fyrir en löngu eftir að þau kunna að tala málið. Sem dæmi þetta þá er ég reglulega að tala við nemendur mína það hvernig Íslendingar, og þá sérst innfæddir Íslendingar, læra á fallbeygingar. Því við erum að læra fallbeygingar og þetta sem hugmynd yfir höfuð, þar að segja málfræðilega hugmynd, þegar við erum orðin svona 11-12 ára. Ég man allavega eftir því að hafa verið í 5. bekk að læra að þessi orðmynd heitir nefnifall og þetta heitir þolfall og svona getur maður búið til þágufall. Og sem barn á þessum tíma
þá hugsar maður bara, já, ég veit alveg hvað þetta er. Af hverju þarf ég endilega að læra hvað þetta heitir? Þarna kem ég þetta inn á punktinn sem ég kom með áðan, að þetta séu aðskildar þekkingar. Það að kunna málið mjög vel og að skilja hvernig málið virkar. Við erum búin að kunna málið næstum því alla ævi, en við erum rétt farin að byrja að læra hvernig málið virkar. Og þegar við förum að æfa okkur í því að greina það hvaða fall eitthvað ákveðið orð er í setningu. Það að segja, þú ert að lesa texta og þú ert að greina hann og svo er spurning, í hvaða falli er þetta feitletraða orð? Og við sem erum nýbyrjuð að læra þetta, eigum kannski eitthvað erfitt með þetta, spyrjum kennaran hvað maður á eiginlega að gera, því ég er óviss. Því þetta orð hérna, þetta feitletraða orð, herra kennari, það er eins í þessu falli og þessu falli. Segjum til dæmis eins og orðið kona. Ef að ég ætti að greina í einhverju setningu orðið konu, í hvaða falli er þetta orð, þetta konu? Segjum að setningin sé, við erum að tala konu. Og já, ég veit að það er kona, konu. Ok, hvaða fall er þetta orð í? Það er engin leið fyrir mig að vita það. Og þá segir kennarinn, prófaðu að setja orðið hestur inn í setninguna. Af hverju? Já, ég veit það hljómar kannski skrítið, en prófaðu það. Og þá segir barnið, við erum að tala hest. Ok, þannig að þó að þetta hafi verið konu, sem að er þá eins í þessum 3 föllum, þá er þetta klárlega setningarmynd sem býr til þolfall. Barnið veit ekkert af hverju það sagði hest, það bara veit að það á að segja það. Það er með eigin reynslu og byggir á eigin reynslu til þess að læra þennan nýja hlut að geta greint málið. Þau beita innsæi. Það er rosa erfitt að ætla að kenna útlendingum utanaðkomandi innsæi nýtt tungumál. Ég get ekki sagt við byrjenda í íslensku, settu bara orðið hestur inn og þá skilurðu þetta. Því þau kunna ekkert að beita þessu orði, þau eru ekki búin að tala þetta tungumál í 10 ár, eins og þetta skólabarn hefur gert. Þannig að við sem erum í þessu tilfelli íslensk, við getum ekki beint kennt útlendingum íslensku eins og hvernig við lærðum málfræðina í íslensku. Til þess að geta það, þá þurfum við að verða orðin virkilega góð í því að skilja hvernig málið virkar. En eins og ég færði rök fyrir áðan, þá er það ekki sama hæfni eða sama geta og það að skilja tungumálið mjög vel. Það gætu ekki allir Íslendingar verið góðir íslensku kennarar. En útlendingar sem hafa lært tungumálið mjög vel, hafa lært það eftir eða á meðan að þau urðu mjög góð í því að skilja hvernig tungumálið virkar. Þau eru yfirleitt að gera það þegar að þau kunna annað tungumál mjög vel og eru yfirleitt nokkuð fullorðnari heldur en margir eru sem að byrja að læra tungumálið. Fyrir einhvern sem er að læra annað eða 3. eða 4. tungumál á fullorðins aldri er aðeins öðruvísi manneskja og gætt öðrum hæfileikum heldur en 2 vikna barn sem er fætt á Íslandi. Báðir aðilar geta lært íslensku, en hvernig er að því farið er mjög misjafnt á milli þessara einstaklinga. Þetta fólk sem að hefur lært þetta hvað best, það er að segja að læra hvernig íslenskan virkar, sem að eru
nýir í málinu eða eru ekki að tala þetta mál að móðurmáli, ná yfirleitt bestum tökum á því hvernig málið virkar og geta búið til mjög gott og skilvirkt efni á því hvernig væri hægt að kenna öðrum hvernig málið virkar. Til að taka 2 bein dæmi aðila sem að eru virkilega góðir í þessu. Það eru útlendingar. Einn þeirra rekur vefsíðu sem að heitir Icelandic Grammar Reference, en það er hann Max Naylor sem að bjó til þessa skýru og aðgengilegu síðu sem er uppflettirit fyrir íslenska málfræði. Á þeirri síðu hefur honum tekist að benda á og útskýra hluti innan íslenskunar sem að eru skýrari og betri heldur en nokkuð sem að ég hefði getað sagt nema ef að ég hefði sjálfur lesið þetta efni frá honum. Ég sýni nemendum mínum þessa síðu mjög reglulega og nota hana mér til stuðnings þegar ég kenni. Og hinn aðilinn er einhver sem að hefur skrifað mjög mikið af efni íslensku og gefið út stórar og miklar bækur. Þar á meðal Icelandic An Essential Grammar sem að er alfangandi uppflettirit íslenska málfræði og telur cirka 500 blaðsíður. En það er ekki Íslendingur sem skrifar þessa bók, það er hún Daisy Nyman. En Daisy er aðjunkt við Háskóla Íslands og er ein af aðalkennurum innan fagsins sem heitir Íslenska sem annað mál. Þannig að oft getur það verið best að leita til útlendinga sem að eru færir í málinu til þess að leita sér heimilda það hvernig málið virkar. Ég hef þurft að bæta mig mjög mikið í því að skilja hvernig málið virkar til þess að geta verið starfshæfur kennari og til að finna leiðir til að útskýra hluti innan íslenskunar sem að mér finnst vera sjálfsagðir og reyna að komast að því hvað það í rauninni er sem er í gangi í málinu. Að skilja að sagnorð breyta föllum á andlagi. That a verb changes the case of an object. Ég hef þurft að læra mjög mikið af setningafræði og almennri málfræði til þess að geta kennt þetta mál vel. Mér finnst ég verða betri og betri í því með tímanum og með meiri reynslu, en það er ekki sjálfsagt að geta gert þetta vel. Það eina sem að væri erfitt að finna hjá útlendingum, þar að segja eitt dæmi eitthvað sem væri erfitt að læra fullkomlega og mjög vel með útlenskum íslenskukennara, væri að læra fullkomin framburð. Þau gætu mögulega skilið hvernig málið á að hljóma upp að mjög háu marki, en alveg eins og ég í mínum erlendum málum og þú í íslenskunni, þá náuð þið í rauninni aldrei að hljóma fullkomlega rétt, fullkomlega eðlilega. Og það er ekki af því að þú sem manneskja ert svo vittlaus eða óhæf. Það er bara hreinlega það að þú hefur ekki fengið sömu æfingu ævina að búa þessi hljóð til eins og innfæddur myndi gera. Þetta hefur ýmislegt með taugasálfræði að gera. Þú hefur sem barn getað sagt öll hljóð í heiminum. Allt var í boði. En eftir því sem þú hlustar meira á
fólk í kringum þig og ferð að reyna að hljóma eins og það, þá byrjar þú að sía í burtu hljóð sem að eru óþarfi og æfir þig í því að hljóma eins og fólkið í kringum þig. Þetta gerist svo snemma að þetta hefur varanleg áhrif á heila starfsemina í okkur. Og þetta nær maður aldrei að læra 100% í öðrum málum. Þú getur orðið mjög klár í þessu og þú verður alveg örugglega mjög skiljanlegur sem íslenskur nemandi eftir langa dvöl á Íslandi eða eftir að hafa varið mjög löngum tíma í að hlusta á og tala málið. En þá væri best að gera það með einhverjum eða hlusta þá á eitthvað sem að er 100%, ef þú væri hægt að setja prósentu á það, íslensku. En ekki 95% íslenskur framburður eða 90%. Þetta held ég að væri það eina sem að íslensku talandi gæti mögulega gert betur heldur en útlendir kennarar. Þessi rök standast ekki 100%. Það eru margir kennarar sem að gætu með beitingu orða og hugtaka og hugmynda innan hljóðfræði, so terms within phonetics, að með þeim gætu þau hjálpað einhverjum að komast nær raunveruleikanum og komast nær því hvernig íslenskan hljómar rétt. En loka touchið, ef það mætti heita það, er eitthvað sem að er í öllum málum eitthvað sem er einskorðað við það fólk sem að hefur talað þetta mál alla ævi. Þannig að til að koma þessu stuttlega saman, þá eru útlenskir kennarar virkilega góðir. Þeir getur jafnvel verið betri kennarar heldur en innlendir kennarar. Í mjög mörgu að minnstakosti. Útlendir kennarar hafa nær alltaf varið aðeins minni tíma heldur en innfættir í íslenskunni. Þannig að útlendingar eru kannski ekki með jafn breiðan orðaforða, en þau kunna þá yfirleitt allt það sem skiptir máli og kunna ekki endilega á skrítin, úreltan og gamlan orðaforða sem að innlendur aðili hefur kannski heyrt 2 eða 3 til að eiga við eitthvað sem var til á 14. öld og hætti svo að vera til. Í stuttumáli gagnslaus eða gagnslítil orð. En ef að þig langar að ná að fullkomna framburð, þá væri ráðlegt að reyna að hlusta eins mikið á innfædda og hægt er og ekki taka of mikið mið eða mark á útlendum kennurum. Þau geta ráðlagt þér og sagt þér eitthvað sem að þú hefur aldrei heyrt áður sem að gæti fengið hluti til að smella í hausnum á þér og loksins fattaru það sem vantaði upp á, af því að enginn hafði sagt þér rétta hlutir sem þú þurftir að heyra, en loka heimildin á því hvernig íslenskan í rauninni hljómar er eitthvað sem þú myndir finna hjá innfæddum Íslendingum. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta. Og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language, I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.